það þarf að tala við þessa krakka og spurja þau ef þau eru orðið nógu gömul. Finnst þér erfitt að tjá þig? Lendur einhvern tímann í því að finna ekki orðin þín, skilurðu hvað kennarinn að segja? Finnst þér erfitt að skrifa ritgerðir? Þú veist, bara reyna að sýna þeim. Sko, ég byrja alltaf að líka segja þeim af hverju þau eru komin til mín. Það til eitthvað sem heitir DLD. Og síðan þarf að spá í veldur þetta hömlun í lífi einstaklingsins. Við getum verið með próf hjá kannski fjöltyngdu barni sem kemur út langt fyrir neðan meðaltal en fungerar fínt. Akkurat. Góðan daginn, kæru hlustendur, og velkomin í Tröppur dagsins, 7. mars sem dagur talþjálfunar og mikið gert með þennan dag í dag og hingað komin Hrafnhildur Halldórsdóttir, talmeinafræðingur á Geðheilsumiðstöð barna. Velkomin. Takk fyrir, Tinna. Innilega gleðilegt að hafa þig í þættinum og það svo margt sem við eigum eftir að fara yfir hérna í dag. Já. Og þú ert að vinna á Geðheilsumiðstöð barna eða hvað? Já, ég er að vinna á Geðheilsumiðstöð barna og átti bara 3 ára starfsammæli bara núna í byrjun febrúar. Og til hamingju með það. Já, takk fyrir. Þetta fljótt að líða. Þetta ótrúlega fljótt að líða. Og hvar varstu búin að vera þá áður? Ég var búin að vera ég held 12 ár á Heyrnar- og talmeinastöð Íslands. Einmitt. Og svo aðeins á einhverjum öðrum stöðum þar á undan. En sko, Heyrnar- og talmeinastöð, hennar hlutverk hefur þróaðist mjög mikið með þú varst þarna, eða ekki? Jú, gerði það, sko. Það er svona breyttist. Breyttist svolítið. Reyndar svona fljótlega eftir ég byrjaði þar. Þá var farið að taka á móti börnum með skarð. Skarði í vör og gómi. Einmitt. Áður áttu þau eiginlega hvergi heima svona í kerfinu. En forstjórinn sem þá var á HTÍ svona bara ákvað það að þau mættu eiga heima og Heyrnar- og talmeinastöð. Þannig að svona þá þróast að þannig að það varð svona mín sérhæfing og okkar sem vorum þar talmeinafræðingar. Einmitt. Sem að mér fannst ekkert leiðilegt því að það var eitthvað sem ég hafði mjög snemma áhuga á í náminu mínu. Okay. Og hafði eiginlega bara svona stemt á mér segja. Nú? Eftir ég útskrifaðist. Ok, æðislegt. Þannig að það var bara allt saman. Það bara kom til þín. Það bara kom til mín, sko. Já. Og hvernig er að vinna með þessi börn? Hvernig er þjónustan við þau eða var þá þarna? Á Heyrnar- og talmeinastöð. Já. Það reyndar svona svolítið þróaðist einmitt svona í nokkur ár. En þau þá komu eftir að hafa fengið þjónustu á Landspítalanum, komu 12 mánaða í svona fyrstu skoðun talmeinafræðings á HTÍ. Það sem var verið að svona tjekka, þú veist, á babli og málþroska og skoða svona aðeins talfærin. Og síðan svona bara ákveða framhaldið með foreldrum. Þurfa þau að koma fljótlega aftur eða er nóg að þau komi bara 18 mánaða eða já, svona eins bara fylgjast með. Og í samvinnu við foreldra þá bara svona svolítið eftirlit eða þjálfun svona og ráðgjöf sem snerist náttúrulega mikið sko svona svolítið sem við kallum svona coaching með foreldrum. Einmitt, bara svona, já, hvernig maður því að það? Bara svona leiðbeina foreldrum. Leiðbeina foreldrum, rosa mikið á gólfinu með foreldrum, kenna foreldri að þjálfa barnið sitt. Einmitt. Því að það var meiri sig að þannig svolítið að
aðri starfsmenn á heyrnar- og talmeinastöð skildu ekkert í því hvað þessi litlu börn voru að koma til talmeinafræðings. Nei, einmitt. Svona snemma. Einmitt, það var svo mikil vanþekking á þessum fyrstu árum einmitt. Já, en við erum alltaf að vinna með samskipti. Akkurat. Við erum alltaf að vinna með samskipti. Já, nákvæmlega, það galdurinn. Já, en börn með skarð, þau náttúrulega eru með opin góm og verða mjög á eftir með hljóðmyndun. Og svo það svona, svolítið svona, hvernig maður að segja það, sko, með aðgerðirnar. Já. Það svolítið svona erfitt að segja til hvenar gómi lokað. Við eigum einn lítalækni sem að loka gómum hérna á Íslandi. Okay. Og það fer náttúrulega eftir ýmsum þáttum. Já. Hvenar það gerist. Þannig að þetta svona löngmál. Þetta löngmál, já, þetta langtíma mál. Já. Sumum tekst bara rosa vel og þau bara ná að mynda hljóðin sín á réttum tíma og eða svona, hvað maður kalla svona á þeim tíma sem við búumst við innan marka, aldursvarandi, takk. En stundum þarf að grípa inn í og svo alveg hærri tíðni málþroskafrávika líka. Það hærri tíðni? Já. En það bara tengt þessu einhvern veginn líffræðilega, það aðstæðnar, kannski að fá minni örfun? Þau verða náttúrulega seina babla, þá þau seinna mynda fyrstu orðin. Og þetta getur bara svona undið upp á sig og svo bara rosalega hátíðinni eyrnavandamála. Já, ok. Af því að vöðvin upp í eyru ekki tengdur ef að það opið. Já. Þannig að þau ná ekki að losa vökva. Já. Þannig að þau komið rör í eyru bara mjög snemma og þetta svona, já. Þetta alveg bara heill þáttur. Já, þetta nefnilega heill þáttur, sko. Sko, án gríns, við þurftum eiginlega að hafa þennan þátt seinna, en að við ætlum að tala málþroskar, DLD. Já, við erum hér til þess. Já, sem þínar ær og kýr núna, svolítið. Já, ég nefnilega alveg bara svissaði yfir í allt annað þegar ég færði mig yfir á GMB. Já. Ætlaði aldrei að vinna með málþroskar DLD. Í alvörunni? Það var ekki mitt. Í alvörunni, en skondið. Já. Svo ertu bara komin á kafi í það. Svo bara núna ég á bólakafi í DLD. En það líka svona spennandi starfi það ekki, af því það voru engir talmeinafræðingar þarna lengi vel. Bara hafði ekki verið, bara aldrei. Og núna sem betur fer, eða hvað ég segja, hvernig á ég að orða það, þau svona bara segja þarna bara hvernig komumst við af, hvernig gátum við unnið mál. Einmitt. Án þess að vera með talmeinafræðingi öll þessi ár. Sko, nú verðum við aðeins bara að meðtaka þetta og þakka fyrir að námið kom og flýtti þessu að stækkaði og fjölgaði í stéttin okkar og alls konar svona stofnanir sem einmitt, hvernig komust þau af, komust einhvern veginn loksins almennilega af með því að fá fleiri hendur á dekk. Akkurat. Og það minnir mig aðeins á þegar ég byrjaði að vinna á þjónustumiðstöð Breiðholts og sálfræðingarnir voru svolítið svona, hvað hún að gera? Já. En svo föttuðu þau að þau gott farið að vísa á mig alls konar málum sem að voru bara annars að fara í þeirra tannhjól eða færiband, ADHD færibandið. Þannig að ég held að það að koma með og verður núna og hefur orðið á síðustu ár svo mikil meðvitund hvað við erum mikilvægur hlekkur í svona teymisvinnu. Sem betur fer og ég meina auðvitað vitum við hvað tungumálið innveklað í nám og leik og félagsfærni og allt þetta og hvað það mikilvægt að mismuna greina frá öðrum þjóðþroska-röskunum. Akkurat. En það tók alveg tíma fyrir sálfræðingana að nota mig rétt. Já. Það gerði það alveg. Ég þurfti svona svolítið að svona ekki sína hvernig þú vinnur. Akkurat. Já, einmitt. Ég svona tengi við þetta. Já. Hjá sálfræðingunum. En það síðan tók ekki langan tíma þar til að það var orðin bara margra vikna bið. Einmitt. Og ég þurfti svona bara halló hér þar fleiri talmeinafræðinga. Já. Og það gerðist, það ekki? Það gerðist, við vorum 2 en því miður ég aftur orðin ein í bili. En bráðum fæ ég kandidat. Já, frábært. Já,
æðislegt. Já, það er bara svo góða fréttir að þú sért komin hangað. Bara... Já, ég meina þau skildu það bara fljótlega bara, þú veist, það þarf bara talmeinafræðingi næstu öll mál. Já. Þú veist, það verið að, bæði mismunagreina en líka bara svo mörg börn sem koma inn, sko, ef við segjum aðeins frá því bara hvað geðheilsumiðstöð barna gerir, þarna, þetta áður þroska- og hegðunarstöð. Já, akkurat. En varð síðan að svona nýju fyrirbæri árið 2020, þar sem var svona sameinuð nokkra stofnanir og þarna eru börn frá 0 ára, 18 ára. Þarna eru börn í 0 til 5 ára teimi sem að heiti fjölskylduteimi, þar sem eru börn sem að er svona ágjur af tengslamyndun og svona ýmis vandi tengdur því. Ég fæ alveg mál frá þeim. Síðan er ráðgjafar- og meðferðarteimi, þar sem eru börn sem eru í miklum vanda, til dæmis varandi bara tilfinningavanda, skólaforðun, ýmislegt. Ég fæ alveg mál þaðan líka. En svo eru 2 greiningateimi og þá er oft verið að skoða ADHD einhverfu. Hegðunarvandi, tilfinningavandi líka. Það er ekki ennþá hægt að vísa bara út af áhyggjum af málþroska. Nei, því miður. En og því miður eiga þau bara hvergi heima á neinni stofnun. Nei, nefnilega, sko. En mörg þessara barna sem er verið að vísa þannig inn í þessi greiningateimi, þar eru áhyggjur af málþroska eða námsvanda. Já, akkurat. Sem er búin að vera viðvarandi í mörg ár. Sem er náttúrulega oft svona endurspeglun á málþroska vanda. Algjörlega. Skólaforðun, mikill kvíði og þá er hóað í mig og og það á að vera búið að gera svo kallega forgreiningu hjá skólaskrifstofunum, sveitarfélaginu og þá sér maður oft þegar búið að gera þetta vitsmunaþroskapróf að málstarfið er slakt og jafnvel vinsluminni og vinslurhraði mjög slagur og ekki búið að vísa í athugun talmeinafræðings. Einmitt. Þó að þessi þættir séu slagir, já. Það er ekkit rosalega sterk svona vitund meðal sálfræðinga. Nei. Þó að sumir vísi alveg í athugun talmeinafræðings hjá sveitarfélögunum líka. En oft ekki. Já. Þannig að það er ekkert búið að pæla í þessu. Einmitt, þessari breytu. Já, og en við vitum alveg að málþroskaröskun DLD það er vandi í stýrifærni og þessum vinsluþáttum. Já, akkurat. Þannig að og þá kem ég inn og geri málþroskamat og allt í skralli. En ef við förum aðeins sko yfir málþroskaröskun DLD, nú notum við þetta bara eins og ADHD, þá er það málþroskaröskun DLD og það stendur fyrir Developmental Language Delay, ekki satt? Disorder. Developmental Language Disorder, já. Og áður hét þetta, var þetta kallað SLI, Specific Language Impairment. Já. Þannig að þú veist, það er orðið mikil þróun í þessum svona varðandi þetta. Já, svona notkun á ýmsum hugtökum, jafnvel bara eitthvað annað, þú veist, language problems og íslensku var talaðið með sértæk málþroskaröskun, málbandi, bara málhömlun og þetta hugtak Developmental Language Disorder eða sértæk málþroskaröskun DLD. Já, nú þarf maður að passa sig. Já, kemur hann upp úr 2017. Einmitt, ég er ekkert alveg viss hvenær við á Íslandi tókum þetta. Nei, þetta var eitthvað svona, ég var eitthvað að fylgjast með hana RADL, RADLD, sem er eitthvað svona samtök sem að vekja athygli á, bresk samtök sem vekja athygli á DLD og þar var eitthvað svona fyrirlestur þetta. Já.
En svona, ef við förum að því svo annað, þú veist, eiga öll börn með slakan málþroska, eru þau öll með DLD, þú veist, þannig að við förum kannski bara yfir hver einkennin eru. Sko, einkennin eru ekkert öll börn með slakan málþroska ekkert endilega með DLD. Nei, einmitt. Nei. Og einkenni DLD eru þau að það getur verið sem sagt slakur málskilningur, erfiðleikar í tjáningu og getur verið slök félagsfærni eða sem sagt að nota tungumálið. Og að nýta sér sem sagt tungumálið í félagslegum samskiptum, í námi, starfi og leik. Einmitt, bara hvernig maður notar tungumálið. Já, hvernig þú bara svona kemur, hvernig þér gengur að tjá þig, skilja og nota tungumál í daglegum aðstæðum hvar sem þú ert. Einkennin koma yfirleitt snemma fram. Yfirleitt. En það eru einstaklingar, börn, þar sem einkennin birtast ekki fyrir en svona eftir 5 ára, kannski á skólaaldri. Þegar fyrir að reyna á svona dýpri þætti. Það að segja að við sjáum alveg að þau hafa staðist kannski þroskamat í ung- og smábarnavernd. Þannig að þá eru einkennin ef við förum út í eitthvað svona vægt, miðlungsalvarlegt, þó þetta sé ekki flokka þannig. Nei. Þá eru einkennin eins og á bara eins vægari. Þannig að og mér hugnast svolítið svona þessi umræðu að DLD sé á einhvers konar róf. Já. Akkurat, já. Og að því að það eru líka alveg einstaklingar sem að virðast sko einhvern veginn, nú seti gæsalappir, ná sér á strik með íhlutun eða þá að þau einkenni sem að svona voru til staðar á barnsaldri eða unglingsaldri trufla ekki þegar þau eldast. Eða þau trufla bara þegar það reynir mjög mikið á eitthvað ákveðið eins og til dæmis að skrifa ritgerð eða tjá sig eitthvað mjög flókið málefni. En annars virðast það ekki trufla. Nei, En við greinum DLD út frá í rauninni því að sem sagt það eru erfiðleikar í máli til staðar sem trufla einstaklingin í leikstarfi eða námi. Og þá getur þetta verið sem sagt barn eða unglingur eða fullorðinn. Einkenni eru til staðar á öllum tungumálum sem að einstaklingur talar. Þau hafa ekki horfið fyrir 5 ára aldur og þau eru ekki út af einhvers konar líffræðilegu ástandi, einhverfu eða heilaskaða eða heyrnarleysi eða hjálpaðu mér, heyrnarskerðingu. Af því að DLD er af óþekktri ástæðu þannig séð, það alveg búið að sjá að það einhverja breytingar í heilanum, en annars eru þau þannig séð af óþekktri ástæðu. Já. En þetta hefur eitthvað að fara með erfðir að gera, ekki satt? Jú, og alveg gengur svona í ættir. Já. Ok, og svona þegar þú ert að meta hvernig svona, og já, mér langar líka að spyrja þig að þú ert í þessum greiningarteimum þarna á geðheilsumiðstöð barna og ertu svo kölluð til í
svona í hinn málin Já. eða hinn sviðin, ætla ég að segja. Já. Og í öllum þessum teimum. Já. Þannig að við sitt þá teimisfundi og það mjög mikilvægt að mismunagreina. Já. Algjörlega. Þetta alveg, hvað við segja, þetta alveg mikið mál að fá greiningu. Mjög mikið mál. Já. Og þegar þú kannski ert að lesa skýrslu frá sálfræðingunum og þú sérð að það lágt málstarf og lágt vinsluminni, finnst þér það að vera svona gegnumgangandi einkenni hjá þessum hópi? Já, algjörlega. Þetta svona alveg eitt að svona sem blikkar mest svona viðvörunarbjöllunum. Já, einmitt. En að því sögðu, þá hef ég líka gefið greiningu á málþroskaraskun DLD þar sem málstarfið innan meðaltals. Af því að vitsmunaþroskaprófið, það reynir til dæmis mest á svona orðaforða og svona svolítið greind, þar að segja sem ekki svona þetta svona máleg greind. Já, þetta náttúrulega vitsmunaþroskapróf. Jú, einmitt. Og okkar málþroskapróf fara í svo marga þætti málsins og maður getur séð til dæmis einn þáttur á málþroskaprófun okkar sem heitir 12 að þau koma innan meðaltals kannski í þættinu sem prófar þar sem þau að segja hvað líkt með þessum 3 orðum og það talar alveg saman við viskin, vitsmunaþroskaprófið. En síðan þau langt undir meðaltali í setningafræði þætti, málfræði. Einmitt. Af því að það til dæmis stýrifærni munnlegt minni sem að þau eiga svo erfitt með. Rosalega erfitt með það. Já. Þannig að, og þá oft sálfræðingarnir býtu þau komu innan meðaltals í málstarfinu. En þá þarf maður að fara að útskýra en málþroskaprófið mitt að prófa svo miklu dýpri þætti málstarfsins. Þó að megi segja margt og mikið málþroskaprófin okkar sem alltaf umræða. Það alltaf umræða. Já. En sko, þegar þú ert, að því að settir málþroskaprófið fyrir hrætti við það, þá eru sem okkur svona undirpróf sem eru verkefni og þá verið að prófa, þú veist, það getur verið orðaforðið og það endurtekning setninga og sem þá vinsluminnis svona próf og botnasetningar og þú veist, þannig maður að skoða málfræðina og svona, þú veist, einhverjir svona undirþættir sem að þér finnst vera meira að segja að það sé málþroskaraskun heldur en aðrir? Já, góð spurning. Sko, mér finnst það ekkit endilega mér finnst yfirleitt bara að þau eiga mjög erfitt með svona munnlegt minni. Já, einmitt. Vinslu minni, munnlegt minni, þú veist, ég get ekki alveg slitið þetta í sundur. Nei, einmitt. Þetta svona hirnræn úrvinnsla, bara mjög erfitt. En það eiga krakkar með ADHD líka. Já. Þannig að þetta svolítið erfitt stundum að meta. Það sem að kannski maður sér sko að krakkarnir með málerfileikana að þau að gera samt villur í málfræðinni líka. Báðir þessir hópar þegar maður að biðja þau að endurtaka setningar eða vinna með mál í huganum, gera eitthvað við einhverja setningu, koma frá sér, skilaði mér þessu tilbaka til dæmis undirprófið setningatenging eða raða orðum í rétta röð. Þú farið ekki að sjá þau, þú ert bara hlusta á mig og raða þessum orðum í rétta röð, þannig mikið sens. Þau eru alltaf að segja getur sagt aftur. Já. Getur sagt aftur. Og svo skilar ADHD-barnið setningunni tilbaka málfræðilega réttri. En DLD-barnið skilar henni
ekki málfræðilega réttri tilbaka eða er búin að breyta orðinu. Já, mitt. Þannig að þar kannski svona smá munur, sko, og svona segir mér svolítið mikið, sko. En hvernig mismunagreinir þú þá eins og ADHD og það eru mjög mörg ADHD-mál sem koma inn á þitt borð? Sko, ég náttúrulega vinn í teymi. Já. Þannig ég hef aðgang að greiningum sálfræðingana líka og þeirra verkfærum. Þannig að við setjumst saman niður og skoðum þeirra greiningaviðtal. Já. Og þannig að þá eru þau að segja mér hvað kom út úr viðtali við foreldri, hvað kom út úr viðtali við barn. Og við sitjum stundum og tökum út spurningar sem að gæti fallið undir málþroska í viðtali. Nei, sko, í þarna, það heitir Kitty Sats, sem er svona pjúra ADHD próf eða listi og þá er verið að spyrja, þú veist, tíni barni hlutum, þú veist, er það upp allt og út allt og er óreiða, þú veist, treður það sér fram fyrir röð, þú veist, eitthvað svona alls konar sem ég kann nú ekki alveg utan að, sko. Og síðan getur barni fyllt fyrirmælum og þá kannski tökum við þá spurningu út, því það geti verið málþroska tengt, sko. En síðan er auðvitað einhverfan líka inn í þessu. Og stundum þarf að mismunagreina þar. Af því að það er alveg líka samsláttur. Já, og það er örugglega mjög flókið. Það er mjög flókið. Af því að náttúrulega mjög mörg einhver börn eru með málþroska vanda. Já. Og alls konar málvanda og algjörlega. Þú veist, það er alveg, það er líka heill þáttur. Það er heill þáttur, já. Og þú getur verið með, sko, barn sem er rosalega kvíðið. Það getur bara litið út fyrir að vera með einhverfi einkenna því það bara gefur ekkert af sér og tjá sig ekki neitt í viðtali og horfi bara niður og Þetta er rosa púsluspil oft, sko. En eitt sem að við kannski erum ekki búin að nefna, sko, að málþroskapróf er eitt. Það er bara eitt púsluspil. Akkurat. Við þurfum að taka rosa góða þroskasögu. Já. Við þurfum að taka málsýni. Akkurat, málsýnin góðu. Málsýnin góðu. Sko, ég hef alveg gerst sek það í gegnum minn starfsferil að gera það ekki. Það er tímafrekt. Það er ekkert rosalega skemmtilegt að vinna úr þeim. Nei, en það er rosa mikið af upplýsingum. Það er svo mikið af upplýsingum í þeim. Ef ekki málsýni þá kannski ritsýni, þú veist, ef maður er að vinna með kannski fullorðnum eða greina fullorðna eða eldri. Það þarf að tala við þessa krakka og spurja þau ef þau eru orðið nógu gömul. Finnst þér erfitt að tjá þig? Lendur einhvern tímann í því að finna ekki orðin þín, skilurðu hvað kennarinn er að segja? Finnst þér erfitt að skrifa ritgerðir? Þú veist, bara reyna að sýna þeim. Sko, ég byrja alltaf að líka segja þeim að hverju þau eru komin til mín. Það er til eitthvað sem heitir DLD. Og svo sýni ég þeim svona mynd af, það getur verið svona og svona, svona einkenni. Tengir eitthvað við þetta. Og svo tek ég svona viðtal við þau hvort þau upplifi eitthvað af þessum erfileikum. Finnst þér erfitt að skilja brandara, kaldhæðni, ýmislegt svona. Og svo náttúrulega kemst ég í ung- og smábarnavernd af því ég vinn innan heilsugæslunnar. Þannig ég get séð. Það er líka mjög gott. Og síðan þarf að spá í veldur þetta hömlun í lífi einstaklingsins. Við getum verið með próf hjá kannski fjöltyngdu barni sem kemur út langt fyrir neðan meðaltal en fungerar fínt. Akkurat. Þetta er náttúrulega... Þetta er svo flókið, sko. Þetta er svo flókið, því mér finnst líka, sko,
mér finnst eitt að prófa, og því að núna maður prófar fullt af börnum og ég sé alltaf bara svo slöku niðurstöður og maður kannski ekki að sjá neitt rosalega mikla fjölbreytni í þeim en þá samt alltaf að vísa þeim eiga öll börn með lága málþroskatölu að fara í talþjálfun? Nei, einmitt. Nei. Það er mín skoðun, sko, nei. Við þurfum að horfa á hvernig þetta barn fungerar, hvað segja foreldrarnir og horfa á líðan og svona námslega stöðu. Akkurat. Já. Og skoða svolítið svona, þú veist, við erum að meta hömlunina líka. Akkurat. Og hin hliðin er barn sem kemur innan meðaltals. Já. En það er allt í skralli. Sko, þetta er nefnilega prófin. Mér stundum fundist þetta að vera eins og að horfa á barnið í gegnum bréfalúgu. Já. Að þú veist, það er bara eitthvað ákveðið sjónarhort sem þú færið gegnum þessi próf. Auðvitað segja þau manni margt, en það þarf að skoða allt annað líka. Allt annað líka. Mér er mjög minnistætt þegar ég satt fyrirlestur hjá, hún heitir Lisa Archibald, fræðimaður, talmeinafræðingur, ég held að minnum sér frá Kanada. Já. Og sem talaði þetta. Börnin sem eru innan meðaltals en functional language er í ruglinu. Þau mega að fá DLD-greiningu. Já. Við þurfum svo mikið að spá í þessu með málsýnin, skoða meðalengd setninga. Akkurat. Málvillur sem birtast þegar þau fara að reyna að tjá sig eitthvað flókið. Byrja þau að lýsa bíómynd fyrir okkur eða uppáhaldi mitt er ef ég var í geimvera og vissi ekkert fótbolta. Já. Segðu mér hvernig fótbolti virkar. Já. Það fyrir stundum bara, þú veist, maður skilur ekki neitt. Nei, einmitt. Og það myndi vera mjög bara sterk vísbending DLD. Ég meina ef þau byrja á setningu, hætta við, byrja aftur, hætta við. Já. Eða byrja að segja manni eitthvað svona eins og bara eitthvað festast í smáatriðum en komast ekkit áfram með bara þessa almennu lýsingu á fótbolti snýst að 2 lið er að reyna að koma boltanum í markið hjá hinu liðinu. Já, það er alveg ótrúlegt. Já. Hvað maður hefur fengið, hvað ég segja, bara glataðar lýsingar á fótbolti er. Já, einmitt. En þannig að við erum búin að fara yfir að einkenni skarast og þá setjist þið niður með sálfræðing, þú og sálfræðingurinn og þú veist, þið farið bara alveg svona grundigt yfir mælitækin ykkar. Og fyrir ekki bara náttúrulega við síðan farið fyrir teymisfund, þar sem að sitja miklu fleiri sálfræðingar og læknir og málið er svona tekið fyrir, það er svona reifað. Það er alla ástæði tilvísunar, alla þroskasögu og núverandi stöðu og tekin sameiginleg ákvörðun greiningu. Framhaldið, já. En hver eru svona helstu áskoranir þessara barna? Já. Við hugsaum kannski bara grunnskóla aldurinn. Já, akkurat. Það er náttúrulega að takast á við námið. Já, það er náttúrulega stærsta, mestu erfiðleikarnir. Og oft félagslega líka. Bara mjög oft, einhvern veginn svona, þau eiga erfitt með svona ofta að lesa í óvirt samskipti. Svona þannig að, og ef þau eru slök í orðaforða og er svona eiga erfitt með bara að skilja og kannski ná ekki þessum hröðu samskiptum sem að sérstaklega fara svona eiga sér stað svona eldri bekkjum yngstastigs og í miðstigi. Þá ráða þau illa við að vera í hóp þar sem eru kannski fleiri en 3. Já, einmitt. Og bara missa af, þau skilja ekki þessar reglur, skilja ekki reglur í leik. Verða út undan. Verða út undan, Og svona krefjandi að vera með þeim.
Það er krefjandi, akkurat. Þau geta farið nefnilega út í alls konar krefjandi hegðun sjálf. Já. Og þá er maður ekki vinsæll. Nei. Og engin kannski skilningur. Nei. Er skólakerfið að halda nú vel utan þau eða eru þau að fá nú mikla þjónustu? Það er náttúrulega engin staður fyrir þau eins og þú nefndir áðan. Það er ekki hægt að vísa neitt bara með málþroskavanda. Nei. Þó það sé ekki lítill vandi. Akkurat. Sko það er mín tilfinning að svo sé ekki. Sem betur fer alveg svona smá vitundavakning og stundum þegar ég með skilafund út í skóla þá var allir heyrt þetta og já, við erum nýbúin að fá fyrirlestur frá talmeinafræðingnum hérna á þjónustumiðstöðinni og hérna það er svona miklu oftar sem það er að gerast síðan ég byrjaði en það er svona svolítið úrræðaleysi samt hvernig á að vinna með þau. Já. Þetta er misjafnt eftir sveitafélögum. Já. Og nú er ég ekki að vinna, þú veist, og hef ekki unnið út í skóla síðan bara fyrir 20 árum, sko. Þannig að hérna ég svona get kannski ekki alveg sagt. Ég held að þetta sé misjafnt eftir skólum og misjafnt eftir kennurum. Já, ég held að það sé alveg rétt og svona hversu svona mikla áhyggjur kennarinn hefur eða svona hversu mikið hann vil sækja sér algjörlega eitthvað meira og svo finnst mann líka að upplifa það þú veist það bara alveg bara hvað getum við gert, bara eins og sé ekkert hægt að gera. Já, nákvæmlega því það er svo mikið hægt að gera. Já. Og þetta með að hún þarf talþjálfun, það er ekki pláss fyrir eftir 2 ár, við þurfum að bíða og gera ekki neitt, það er bara ekki satt. Nei, nákvæmlega, það er ekki satt. Nei. Það er svo margt hægt að gera. Já. Þó að sé ekki talþjálfun strax á dagskránni, að það er ekki, þú veist, maður verður að horfa meir en það. Algjörlega og aðlögun umhverfis er til dæmis bara ein breyta sem skiptir alveg ofboðslega miklu máli og getur gert svo mikið fyrir þennan nemanda sem gagnast síðan líka bara þetta öllum bekknum ADHD-barnið og hérna algjörlega sko. Og við erum náttúrulega ekki búin að nefna að DLD er einn algengasta röskunin sem að bara engin veit Sko ég var einmitt að hugsa það einhvern tímann kom hann að 1 af hverjum 14 einhver tölfræði 7,5% algengi. Það er rosalega mikið. Það er þetta jafn algengt og ADHD. Já, einmitt. Og hérna málvandi er bara eitt algengasta þroskafrávikið. Já, ok. Já. Og algengasta ástand fyrir því að foreldrar leita sér aðstöðar á heilsugæslunni með litlu börnin er ekki farin að tala pluss hegðunarvandi. Einmitt, þetta helst náttúrulega oft í hendur. Og þetta tvennt helst í hendur. Það er ég hef séð tölur upp í 80% en við skulum segja í kringu 60% barna með hegðunarvanda er með málvanda. Já, einmitt hugsa sér. Og samt er engin talmeinafræðingur í ungbarnavernd og Nei. Við höfum nú stundum við kollegar okkar fussað og sveigaði við því. Þar eigum við að vera, það er algjörlega mín skoðun sko. Algjörlega sammála, það var náttúrulega bara þarna er fyrsta stoppi fyrir utan aðgengi að foreldrum og all fræðsla sem var hægt að veita þarna og að gera engin neitt við einhvern bækling. Nei, afsakið, við lesum ekki bæklinga. Það þarf að tala við fólk og segja því til. Nákvæmlega. Og ég hef alveg haldið fyrirlestra fyrir hjúkrunarfræðinga oftar en einu sinni og oftar en 2 svar og þær taka við þessu eins og sko hérna bara svampar. Þú veist, þegar maður að segja frá málþroska hérna smábarna. Já. En því miður er mikil hreyfing á hjúkrunarfræðingum innan unga smábarnaverndar. Já. Þannig að það byggist kannski ekki upp. Ekki alveg sko. Ekki sem maður myndi vilja sjá. Nei. En það er eitthvað til þess að breyta til framtíðar. Já, og það er komin text DLD inn á heilsuvöru. Einmitt. Já. Það er mjög góða fréttir. Já,
Og komst þú að því? Já, ég skrifaði hennan texta, ég er mjög stolt af því. Heyrðu, frábært. Og hvar er það H6 eða hvað heitir? Nei, bara heilsuvera.is. Heilsuvera.is, já, ok. Bara slá inn DLD og þá kemur hann upp. Heyrðu, frábært. Það líka við að ég gera þetta núna. En svona, foreldrar geta gert margt, kennarar geta gert margt. Ef að fara eitthvað yfir það, er einhver dæmi sem við getum tekið? Já, algjörlega. Sko, ég er náttúrulega alltaf með ráðgjafaviðtal eftir greiningu. Já. Það er haldinn skilafundur með sálfræðingi. Í því skilaviðtali er bara það miklar upplýsingar að maður svona kemst ekki yfir nógu mikið þar, þannig að ég hef alltaf ráðgjafaviðtal líka. Já, og þar ráðlegg ég til dæmis vegna slagra svona heyrnrænnar úrvinnslu sem við vitum að bara er til staðar í DLD að hægja á tali. Við erum ekki að fara í slow-mo tal, en bara svona aðeins að hægja á og gera fleiri pásur þegar þú ert að tala við barnið þitt. Þannig að við svona bunum ekki út úr okkur setningunum án þess að anda, heldur aðeins að hægja á og gera fleiri pásur. Eins og við séum svona fleiri punta í setningunum. Gefa aðeins meira rými til að taka við og vinna úr. Já, þau þurfa meiri tíma. Þetta snýst um það. Tíma til að vinna úr og tíma til að bregðast við og svara. Síðan er það þetta með að umorða og endurtaka. Ef að þér sýnist að barnið hafi ekki skilið eða og það þarf að endurtaka bara stundum svolítið oft. Það er eitthvað með minnið tengt DLD. Það er þetta munnlega minni, verbal memory. Það er eitthvað þar. Þannig að þess vegna eru þau seinni til tals og einhvern veginn svona hægar í máltökunni. Þannig að það þarf að endurtaka og umorða. Já. Ná augnsambandi og allt þetta. Veri í ró. Svona taka burtu þetta svona áreiti sem að oft er í gangi. Síðan ráðlegg ég oft svona hlustunar hlé. Þau koma náttúrulega dauðþreytt heim úr skólanum þess sem er mállegt áreiti allan daginn. Alltaf. Það er ekki bara í íslensku tíma og samfélagsfræði. Það er líka í íþróttum og matsalum og frímínútum. Og ef við förum aðeins út í, þú veist, það er oft þar sem eru árekstrarnir, það er engin fullorðinn að fylgjast með. Rosalega erfitt að fylgjast með hvað krakkarnir eru að segja og gera og það eru alls konar reglur sem að þau skilja valla sjálf, sko, þau sem eru ekki með DLD. Þannig að hvað þá þau sem eru með DLD, hvað í ósköpunum regla gildir í dag í þessum leik. Já, einmitt. Þannig að þegar þau koma heim að þau fái bara break. Já. Ekki neitt, þú veist, beint að læra eða beint að lesa heldur smá break. Okay. Já. Þannig að svona eitthvað það sem er ekki ekki kröfur á að hlusta eða tala. Þannig að smá pása frá því. Síðan ef við færum okkur yfir í eins og skólaumhverfið, þau þurfa rosa mikið sjónrænt. Já. Og náttúrulega bara líka heima, sko. Akkurat. Já, þannig að það getur verið í ýmsu formi, sko, og bara ef þau eru nógu stálpu til þess að geta sagt sjálf hvað þeim hentar, hvort þau vilji lista sem þau geta strikað út, það sem er búið. Yngri börnin bara svona, myndir, þú veist, fyrsta busta og svo í náttfötin, svo lesum við bók, svo. Það helst ekkit inni. Nei. Þú segir bara, nú er þetta og þetta og þetta. Nei, og það er bara farið. Man ekki neitt. Já.
og sem sagt, það ekki nóg að standa upp á töflu, lestur, frímínútur, íþróttir, útivera, eitthvað. Þú veist, það þarf að vera miklu nákvæmara fyrir ADHD-börnin og DLD-börnin og einhverja barnið og það græða allir á þessu. Já. Það stendur vinnaverkefni í grænubókinni á blaðsíðu 35 til 37. Já, bara alveg nákvæmt. Teiknamynd á blaðsíðu 38. Já. Þannig að það sé hægt að svona bara, ok, ég skil. Stýrifærnin ekki til staðar. Nei, einmitt. Og við förum aðeins yfir hvað að það bara þessi geta til þess að framkvæma í eitthvað í ákveðinu röð. Í ákveðinu röð að plana og útfæra það og síðan að gera það. Já. Þessi krakkar oft svo vanvirk. Já, akkurat. Bara sitja og bara komast ekki á stað. Einmitt. Það eitthvað sem ég vissi ekki áður en ég fór að kafa hon í DLD, hvað þetta með þessa stýrifærni að plana eitthvað og þú veist, ákveða hvernig ég ætla að gera það í hvaða röð og síðan framkvæma það tengt DLD líka. Einmitt. Og eins og bara ADHD einmitt líka. Mér svona minnistætt einu sinni var ég eitthvað svona kynna mér ADHD og málvanda og þá var þetta innra mál. Ég ætla að vera að koma inn á það líka. Já, við erum alveg tengdar Já, segðu mér frá því. Að það eitthvað sem virðist ekki heldur vera til staðar. Nei, einmitt. Að þau ekki með þetta, nú ætla ég að, þú veist, fyrst ætla ég að fá mig smá að borða og svo ætla ég að taka og lesa eins í bókinni í samfélagsfræði og við þarfum mun eftir að finna lyklana og af því að mamma baði mig að setja upp þetta velnabiti, best ég geri það þegar ég búin að borða það, þú veist, þau bara eitthvað sem maður svona að tala, hugsa við sjálfan sig og tala við sjálfan sig í huganum, þetta bara ekki til stað. Nei, og ég skal ekki segja að sé alls ekki til staðar, en sem sagt það svona vöndun og þetta segir líka einmitt í þessu ráðgjafi tala við foreldra að þetta þarf svolítið að kenna og hjálpa þeim og bara með því að í rauninni láta þau æfa sig að tala upphátt. Einmitt. Bara hvernig ætlaru, viljum að fara núna að gera skulum koma að spila og þú ætla að ná í spilið, segðu mig hvernig þú ætlar að gera það. Ætlar fyrst að fara upp stigann og hvað svo? Þá taka spilið úr hillunni og svo kem ég með það niður og svo opna ég kassan og svo stilla upp og svona bara þú veist, að þið láta þið æfa sig að skipuleggja eitthvað. Já, þetta svolítið ég man eitthvað dæmi sem þetta var eitthvað svona sambandi við eitthvað leikskólabörn og þá var þetta bara sem svolítið kemur inn á þessar aðferði sem við erum oft með, þú veist, lýsandi tal og sjálftalið sem við erum oft að leiðbeina foreldrum með og við höfum fjallað áður að þú veist, nú ætla ég að setjast niður og nú ætla ég að klæða mig í sokkana og svo ætla ég að fara í skóna og svo ætla ég að fara út eða þú veist, bara eitthvað svona lítil rútína sem að þarf að geta farið yfir munnlega. Þetta í rauninni eitthvað svo leiðis, þetta innra mál. Og þetta tengist náttúrulega líka þá inn á þetta hvað einstaklingar með DLD eiga með frásagnir. Einmitt. Það eitt svona aðal einkenni ef maður ætti að taka svona stikkpröfu, bara ég ætla að testa tinna hvort þú sért með DLD, þá myndi ég láta þið segja mig sögu og ég myndi láta endurtaka setningar. Já. Þú veist. Það var bara komið. Þú veist, þá var ég komið með svona stytta útgáfu af. Já, einmitt. Endur segja sögu og endurtaka sögu, já. Einmitt, þetta þarna reynir mest á reynir mjög mikið á þessa þætti og svo marga þætti minnið, skipuleggja frásögn orðaforðin og þarna get ég heyrt þú gerir málfræðivillur bæði í endurtekningu setninga og í þessari frásögn hversu langar eru sæðirna einar
Þannig að hérna, já. Já, hvað svona, náttúrulega, rosalega fókus á talþjálfun þessa dagana hjá mörgum, að talþjálfun sé eina svarið. En við erum náttúrulega að reyna að segja að það sé ekki endilega eina svarið, þó að, að því að það er náttúrulega hræðilegar fréttir að þú fær þessa greiningu og svo bara, já, þú getur farið hérna á biðlista og bara sjáumst eftir 2 ár. Þú veist, það er náttúrulega ekki góða fréttir fyrir neitt. En hvað gerir talþjálfun fyrir þessa krakka? Það er hægt að gera helling í skólanum, við getum hjálpað þeim sjónrænt, við getum gert pásur þegar við tölum, gefið þeim pásur, minnka kröfurnar aðeins. Já, og svo náttúrulega væri gott að þú veist vinna í orðaforða og hérna þú veist að væri þú veist minni námslegar kröfur og þú veist sérkennari síðan í málinu, námsráðgjafi einmitt og hérna alls konar svona ég er örugglega að gleyma helling en já, hvað gerir talþjálfun? Þar ertu komin náttúrulega með sérfræðing, talmeinafræðing sem getur fókuserað á svona nákvæmlega það sem að kannski málþroskaprófið er að sýna þér, þú veist hvaða hérna, hvar eru mestu veikleikarnir og það eru náttúrulega til hérna svona evidence-based rannsóknir sem sýna hvaða aðferðir virka á málþroskaröskun DLD. Þú veist, við viljum vinna með frásagnir. Orðaforða er hægt að þjálfa og það er eitthvað sem við getum líka kennt foreldrum. Já, algjörlega. Algjörlega, sko. Við vitum að þetta er langhlaup og hérna en þar er hérna líka hægt að vinna til dæmis í svona þú veist að vinna með barninu að finna sér bjargráð. Akkurat. Hvað finnst þér hjálpa þér? Já. Eftir náttúrulega þroska og hérna aldrei sko. Og svona mér finnst ekki síður mikilvægt að einmitt eftir þroska aldrei að talmeinafræðingar vinni með svona hvað er hugtakið fyrir svona self-advocacy? Svona hérna já, svona ég var bara svona standa með sér. Já. Svolítið. Einmitt. Þannig að vera sín eigin talsmaður. Takk. Já. Að hérna þannig að þau geti til dæmis útskýrt fyrir öðrum hvað DLD er, leita sér upplýsinga það, þau eru ekki búin að því og hérna það er mjög mikilvægt að vita af hverju maður er í talþjálfun, af því að maður er með. Þú veist, ég er alveg að hitta fullt af börnum sem hafa verið í talþjálfun einhvern tímann og veit ekkert af hverju sko. En hérna það er nú kannski að þau voru líka bara að þau voru lítil sko. En hérna já, líka til þess að tilheyra einhverjum hópi. Já. Og nú erum við með alltaf þessa hérna samfélagsmiðla þar sem maður er hægt að hérna tengja stöðurum með sömu greiningu. En já, talþjálfun náttúrulega líka hérna á að styrkja þig þannig að þú verðir betri í þar sem að í rauninni þinn veikleiki er. Já. Og nú náttúrulega hef ég ekki unni í talþjálfun í nokkur ár, þannig að þú kannski líka hérna ert með hugmyndir sjálf og svona, já. Ég er að hugsa, nú fer ég bara að hugsa hérna verkefnin þannig orðaríkin og orðalæsi, sem eru frábær verkefni sem er einmitt verið að leggja áherslu á endursögn og horfa á svona litlar teiknumyndir á YouTube og endursegja söguþráðinn og mér finnst þau alltaf virka mjög vel. Já. Maður var að vinna, þú veist, einhvern veginn fengið til þess að lengja setningar og svona auka orðaforðan hjá þeim. Einmitt. Og svo náttúrulega þetta sem er eitt sem með, þú veist að þau er með að lesa á milli línana. Já. Þú veist, þannig verkefni. Já. Kenna þeim að lesa á milli línana. Sem er bara svolítið málskilningur, eða lesskilningur. Já. Einmitt.
Vá, nú fyrir ég að hugsa verkefni þetta sem ég ekki búin að nota ógeðslega lengi. Já. Það var að grafa þau upp. Já, einmitt. Svona, já, skilja, þú veist, skilja orðatiltæki og ýmislegt svona sem eru auðvitað þá eldri börnin, sko. Jú, já. Já. Og svo er það auðvitað þú veist, þetta með að einhvern veginn hjálpa þeim sko skilja hvernig tungumál virkar. Þá er ég aftur komin í eldri börnin. Já. Að þú getur verið með orð og svo bætist eitthvað framan við eða aftan við. Já. Bara útskýra hvernig, þú veist, hvernig kerfið virkar. Okkar einhvern veginn virkar. Þetta þannig er svo abstrakt. Já, en þannig er þetta að kenna bjargráð. Ok, þú veist, þá get ég skil þennan hlut af orðinu en það er eitthvað annað og þá get ég kannski, þú veist, reynda svona átta mig á. Já, einmitt. Af því að þetta er þeirra veikleiki, þú veist, orð. Já, akkurat. En hvernig eru svona horfurnar þegar fólk verður fullorðið, þú veist, það er búið að fara í gegnum þessa greiningu og þú veist, fá bjargrað vonandi í skóla, vera kannski talþjálfun, eitthvað fram á úlingsárjafnvel og svo bara verður það fullorðið. Já. Og það fer náttúrulega alveg eftir í hvort það fékk aðstoð eða ekki. Já, ok. Já. Og sko, þú veist, þær rannsóknir sem hafa skoðað einstaklingar sem hafa ekki fengið aðstoð eru ekki fallegar, sko. Nei. Og við vitum alveg að það er, þú veist, hærri tíðni þeirra sem eru ekki í vinnu og ekki og með, þú veist, kvíða, þunglindi og fangar, þú veist, svo ég máli nú bara upp slæmumyndina, en þeir sem hafa fengið aðstoð, það er náttúrulega allt öðruvísi útkoma, en og eins og við komum aðeins inn á í byrjun, þá er þetta að mínum að þetta er róf. Já. Og einkennamyndin breytist eftir því sem þú eldist og þroskast og sérstaklega ef þú hefur svona fengið upplýsingar og ert svona meðvitaður vandan, þá er horfurnar bara ágætar. Já. Og þá getur þú í rauninni bara gert hvað sem er. Já, þannig þú bara þekkir þína styrkleika og veikleika. Já. Og það er náttúrulega eru áskoranir sem fylgja þessu alla tíð. Já. Af því þetta vex ekki af þér nema þá mögulega þessi svona sem eru með allra vægustu einkennin. Já. Þannig að ég myndi segja að þá væri horfurnar bara þannig að þú bara góðar skilurðu. Já. Herðu, þetta er aldeilis búið að vera áhugavert að spjalla við þig. Sömuleiðis. Bara takk innilega fyrir að koma og deila þessum fróðleik og reynslu með okkur. Og við höfum eftir að tala um þar sem þú ert búin að vera að bralla samt. Já. Og þú varst að gefa út bækur eða bók allavegna með henni Signý Gunnarsdóttur. Já. Viltu segja okkur aðeins frá því? Já, það vil ég. Já, við Signý Gunnarsdóttir stofnuðum bókaútgáfu. Já, ekkert smá spennu. Bara okkur að óvörum eiginlega líka. Ok. Okkur fannst bara vanta bækur fyrir litlu börnin. Já. Það er þannig að flestar harðspjaldabækur á Íslandi eru þýddar. Já. Og af þeirri ástæðu að það er dýrt að gefa út harðspjaldabækur. Okay. En við vildum bætur því. Já. Og
stofnuðum bókaútgáfuna Snú sem er búin að gefa út eina bók, Díadú og dýrin, sem er ætluð bara allra yngstu börnunum. Já. Hún er svona hvetur til hljóðamyndunar og svona upprópana og fyrstu orða og svona endurtekninga og svona leiðbeinandi fyrir þess fullorðna sem er að lesa. Já. Og svo er að koma önnur. Hún er bara á næstu vikum. Ó, en spennandi. Þú mátti segja eitthvað meir um hana. Já, það má ég. Hún er svona þá kannski fyrir aðeins eldri, þau sem eru svona aðeins farin að segja kannski setningar. Það er hann dúi að brasa og gera alls konar svona af sér kannski. Okay. Hann er að býta og þessa skemma og það þarf að laga og þetta er svona, þetta eru sagnorðin. Aha, nefnilega. Frábært. Og svo erum við náttúrulega með bara stór plön. Það eru bara margar bækur í hausunum á okkur sem bara eru bara á munu koma. Dælast út. Æðislegt. Þannig að þetta verða, sem sagt, okkar fókus eru litlu börnin. Já, og þetta er Snú bókaútgáfa og fást bækurnar bara hvar sem er. Það er fást í bara bókabúðum, og snú.is. Ok. Og allavega í ekki hvar sem er, allavega í pennanum. Já, ég bara skammast mín fyrir að vera ekki búin að útvega með bókina. Nei, hættu nú. Þetta er hræðilegt. Nú. Já, ég fer hérna út svo sneyftur hundur. Já. Nú þarf ég að bæta úr þessu. Já. Bara leið að verum. Ég fer bara beina leið. Já. En innilega til hamingju með þetta framtak og bara eru gaman að fylgjast með framhaldinu. Já. Hrafnhildur Halldórsdóttir, talmeinafræðingur og geðheilsumiðstöð barna, þakka þér innilega fyrir að koma hérna og spjalla við okkur málþroskaröskun DLD á degi talþjálfunar þann 7. mars. Innilega gaman að fá þig og gangi þér vel í þínu. Takk fyrir.